sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum förum við í biljard með heldri borgurum í Reykjanesbæ. Hittum síðan margreyndan skipstjóra í Suðurnesjabæ sem segir okkur frá miklu fiskiríi í vetur. Þá hittum við hjón frá fyrrverandi Júgóslavíu sem komu til Íslands sem flóttamenn fyrir 30 árum síðan og eru alsæl í Grindavík. En við hefjum leikinn í úrslitaleiknum í Víkurhrettabikarnum. Pallskákfélag eldri borgar á Suðurnesjum var stofnað fyrir allnokkru síðan og þar mæta tvisvar í viku hressir karlar sem spila biljard og spjalla saman. Suðurnesja Magasín mætti þegar komið var að því að leika úrslitaleiki í Víkurhrettabikarnum og til úrslita bikarinn léku einmitt þeir Jón Ólafur Jónsson og Vilhjálmur Arngrímsson. Í úrslitunum þurfti að vinna 2 leiki. Viðureign þeirra félaga var jöfn, Jón vann fyrsta leikinn en Vilhjálmur jafnaði með sigri í leik númer 2. Því þurfti 3. leikinn til þess að fá fram úrslit. Já, Jón Ólafur hafði sigur og við heyrðum í kappanum eftir leikinn. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Eru menn duglegir að mæta hérna í biljard? Já, ég myndi segja það. Við erum svona alltaf í kringum 20 sem mæti hérna. 20 manns? Já. Og þetta einhver sérstakur hópur, er það ekki? Að þið eru, getur við sagt, þið eru heldri menn. Þetta náttúrulega félag sem heitir Pallskákfélag eldri borgar á Suðurnesjum og menn borga árgjald hérna og það eru skráðir 36 félagar. En svona jafnaði þá mæta þetta svona 21 sko. Þetta er skemmtilegt? Já. Þú ert náttúrulega búin að eiga við þessar kúlur í mörg ára ásamt fleiri, þú hefur verið í fleiri boltaíþróttum. Já. Fótbolta og golfi og þannig þú heldur við boltana? Já, ég held við boltana. Hvernig er þetta? Þetta skemmtilegt? Já, og svo gaman að því að menn að koma hérna sem aldrei hafa spilað áður og sýna bara mikil framför sko. Og menn hafa bara mjög gaman að því að koma hérna og hittast og félagskapur í leiðinni. Já. Það er náttúrulega smá tenging hérna. Þetta eru svokallað púlborð eða biljardborð sem er svona amerískur leikur. Já. Við erum hérna á gamla varnarsvæðinu og hér er fullt af gamlum fyrrverandi starfsmönnum slökkviliðsins sem á hér varnarliðinu og þannig að það eru ýmsir komið hérna. Þeir eru nokkur margir og þeir eru nokkur sem eru vanir sko, spiluðu biljard á vinnustaðnum sko. Nei, en svo bara þessi aðstæða hérna hjá okkur alveg frábær sko, 8 borð og ég held þú þurfir að leita víða til þess að sjá svona aðstöðu sko. Svo fengum við stundum heimsókn frá Seltjarnarnesinu og Grindavík, en svo náttúrulega COVID það eyðilagði það allt saman og hefur ekki verið tekið upp aftur sem sagt. Og er það að keppa alltaf eða er þetta meira svona leikur? Alltaf einhver mót? Já, það er mót hjá okkur næsta 15. páskamót. En þú ert sigurvegarinn í Víkurhrettabikarnum. Þú fyrst í Víkurhrettabikarinn. Já. Það mikið með það. Þetta var spennandi leikur. Þetta var mjög spennandi leikur og það verður andstæðingur sennilega. Þetta var jafnt hjá okkur. Já, það gat ekki verið jafnara. Þannig að hér og hvað eru þið lengi eitthvað skipti? Eru þið klukkutíma, 2? Þetta sko við formlega byrjum við 9 en það eru margir sem mæta hérna klukkan 8 á morgnana og þetta við erum svona til 10:30 svona og sumir kannski aðeins lengur sko. Já, þetta er náttúrulega ballskák heitir það. Þetta heitir á íslensku, ballskák. Guðjón Ólafsson, Gaui Sól, var forvígismaður félagsins sem var stofnað árið 2009. Hann lét af embætti nýlega og við formennskunni tók sandgerðingurinn Jón Norðfjörð. Jón Norðfjörð, forseti segja það mér, Pallskáksfélags Suðurnesja. Ég sé hérna á mynd, þetta er stofnað 2009. Þetta er... Já, þeir vilja endilega titla mig þetta, ég er nú reynda bara formaður, nýtekin við.
Ég veit nú ekki alveg það, þeir segja að þú hafi nú áttu hugmyndina á þessu forseta. Það ekki, Kundi? Jú, þú. Já, þeir kenna mér þetta. Og þetta mikil starfsemi? Já, þetta við mætum hérna 2 morgna í viku, fast, og hérna sumir koma nú hérna eitthvað á milli og æfa sig og svona. Já, opið hérna á milli, geta meginn komið hvernig sem er? Virkjun opin held ég alla daga, sko. Þetta hörku fína aðstaða. Já, mjög góð. Og hérna virkilega fín og gaman að koma hérna og hitta félagana og góður félagskapur líka. Ég nú í unglingadeildinni hérna og svona, þeir eru nú margir konir bara hátt á níræðisaldur en bera sig vel og standa sig vel líka. Ekki gott að hafa eitthvað heiting? Jú, ég held að fyrir fólk það bara nauðsynlegt. Góður félagskapur bara hluti af því að lifa bara góðu lífi og góðu lífsgæði. Það bara lykilsvert. Margir eru í ýmsu öðru, púti, golfi, ritsi og svo náttúrulega eru menn líka í líkamsræktinni og eru margir duglegir í því og halda sér við og styrkja vöðvana og labba og hjóla. Myndirðu segja að eldri borgarar á Suðurnesjum væru svona þokkalega virkir í hinu þessu? Já, ég held að það hafi mjög farið vaxandi. Og sérstaklega með þessu átaki sem að Janus byrjaði með til dæmis og fleiri hafa svo tekið upp og þá held ég að það hafi bara lífgað upp á lífið og tilveruna og fólki líði bara betur. Byrjaði þú bara að spila hér eða varst eitthvað að stunda þetta í gamla daga? Sko, maður gerði þetta nú einhvern tíma svolítið með skóla hérna í gamla daga en hérna svo í slökkviliðinu þá vorum við nú með góða aðstöðu til að spila og hérna einmitt gamlir félagar úr slökkviliðinu svolítið duglegir að mæta. Þannig að maður hefur séð þetta áður. Það var ekki spilað snóker eða biljard í Sandgerði þar sem að þú ert búin að vera nær alla þína tíð, eða það? Nei, ég held að það hafi ekkert verið svoleiðis þar, sko. Maður kynntist þessu eiginlega mest bara þegar maður hafði tíma á vöktum. Já. Það var bara svoleiðis. Það svolítið sérstætt að þetta þessi aðstæða hérna á vellinum, gamla varnarsvæðinu. Þið hérna gamlir starfsmenn varnarliðsins. Já. Það voru náttúrulega aðstæður, herinn var með svona stofu þar sem var hægt að mæta og reyndar ýmislegt fleira sem svona dagradvöl. Þannig að auðvitað þarf það að vera þar sem býr fullt af fólki. Þið eigið góða stundir hérna? Já, við eigum bara mjög góða stundir og menn svona flestir reyna að mæta sem oftast, sko. Missa ekki af tímunum. Það hefur verið ótrúleg veiði á vertíðinni í vetur og gengið vel að koma með þann gula að landi. Sigurbjörn Daði fór til Sandgerðis og hitti margreyndan skipstjóra og ræddi við hann málið. Vertíðin hjá bátunum á Suðurnesjunum var á fullu í síðasta mánuði en hrygningarstoppið á suðvestumiðum hófst 1. apríl. Það var hið svokallaða litla stopp en þá mega bátar ekki veiða innan 3 sjómílna. Stóra stoppið sem nær að 12 sjómíljónum hefst svo 12. apríl og stendur til 21. Snurvoðabáturinn Benni Sæm sem í eigu Nesfisks í Suðurnesjabæ var að leggja við höfn þegar okkur bara garði en það ræður ríkjum Halldór Valdimarsson. Hann hefur verið á Snurvoði 30 ár og man ekki annað eins fiskiri eins og hefur verið í vetur. Það er svakalega gott fiskiri, alveg síðan í bara endaða nóvember. Við byrjaði inn í Flóa, mjög góð veiði þar. Já. Og síðan hefur bara hægt að ná í þorsk þegar maður hefur viljað. Er ennþá nóg af þorski? Það er hægt að fylla bátinn 2 á dag ef maður mætti. Ef þú gætir þá? En ekki, það er bara ekkert mál að ná í, það er nóg á hann, sko. Já. Hvernig var þetta svona síðast, myndirðu halda? En þetta var ekki svona í fyrra, eða? Já, mjög gott í fyrra. Mjög gott í fyrra líka? Já, þetta er alltaf verið að batna með, þetta er alltaf verið sko meir og meiri fiskur. Ég er búinn að vera skipstjóri á Drannótinni í 30 ár held ég, rúmlega. Og ég hef aldrei upplifað svona mikla fiskindi svona undanfarin ár, sko. Þetta er bara alveg bull, sko. Og ertu með einhverja skýringu á hverju því ber að þakka? Bara veiðistjórnunarkerfið? Veiðistjórnunarkerfið bara, það er aldrei tekið neitt úr þessu, það bara fjölgar í fiskabúrinu. Ég kíkti inn í brú til Halldórs og hann fór yfir daginn frá A til Ö. Við mættum klukkan 6 og
og slepptu við. Það eru tveir sem í bænum hjá mér, þannig að þeir voru komnir með borð og búin að leggja sig. Og við sem fjóru sem eftir voru, við slepptum bara og lögum á stað. Útstímið tekur innan við klukkutíma. Hvar búið þið fyrir ekki þau? Það eru þrír í Keflavík, tveir í bænum og svo ég í garðinum. Út í garðinum? Já. Og hérna, það bara bíl sem kemur á nær í okkur hérna á Suðurnesjamennina. Við komum allir saman bara. Og hvað, mæting klukkan 6? 6, já. Og svo bara sleppt og lagt í hann. Já, og þetta hellt upp á kaffi? Já, það er kaffikörn, bara kveikt á kaffikörnunni, það er sjálfvirkt. Já. Eins og allt í dag. Og hérna, tímið eitthvað 3 korter svona cirka. Þá erum við bara komnir hann að svona Hafnarleir og hefjum veiða þar. Og einhverjir sem að geta lagt sig þegar þið mætið, hvernig Já, er það? þeir svona annarkvort leggja þeir sem eiga bauju frí á mótnana. Það eru bara 2 sem kasta fyrsta hallinu. Já. Þannig að þeir sem eiga bauju frí, þeir fara bara í koju og leggja sig. Og hinir 2 nú yfir bara leggja sig annarkvort á bekknum eða fara í koju. Og hvað ertu að toga lengi þá, eftir að búið að kasta? Þetta er svona halið er svona rúmu klukkutími. Klukkutími, 1,5 tími í heildina svona, með öllu saman. Já, áðurinn er híft. Áðurinn er híft. Já. Og auðvitað eftir hversu mikið er í, en sjálf hífingin, hvað tekur það langan tíma? Hífingin er ekki nema svona 25 mínútur, 23, 4, 5. Já. Þetta tekur svona, þetta eru svona 2 tímar á milli halaruninn á öðru. Við tókum 6 höll í dag. Já. Og það var ábyrjandi best í fyrsta halinu, svo dró hratt úr því þannig. Hvað var mikið í þessu fyrsta halli, myndur þú halda? Það hefði verið svona 3,5 tonn. 3,5 tonn? Já. Uppstaða gólið er nánast allt góli. Og það tekur dálítinn tíma, menn eru komnir upp á lagi með að gera honum? Nei, blessa, þetta verði ekki varið við þetta. Nei. Bæði stór góli og vanir menn, þannig að... En það er ákveðin handtök við það að blóka kólan? Slægja kólan, já. Slægja kólan? Já, það er ákveðin handtök. Ef menn komst upp á laguna þá fara þeir gegnum ansi mikið, sko. Lítið mál? Lítið mál. Þannig séð? Já. Ok, þannig að þið svona, já, hvað, 3,5 tonn og hvað voru þið lengi að ganga frá þeim afla? Það hefur kannski verið 3 korter. 3 korter? Já. Og þá er kannski hvað, einhver rúmu klukkutími bara sem að menn geta kvillt sig? Já, yfirleitt eru, ég minnir að, já, það verið svona kannski, já, 3 korter. Og þá voru menn komin í kaffi áður ég byrjaði að hífa. Já. Svo gengur dagurinn bara þannig, þegar ég var búið í aðgerðinu, þá fara menn bara inn. Og er þetta jafnaðir 6 höll eða er það stundum, fleiri stundum færri? Það er fleiri yfir sumartíma þegar dagurinn er langur. Já. En mikið færri yfir hörðustu eða dimmustu mánuðina. Þetta er bara veiðarverið sem virkar í björtu. Það er bara þannig? Já. Verður að vera bjarturinn til þess að... Já, til að skilja ykkur á ágangi. Já. Og það eru niður 3-4 höll svona á harðasta tímanum svona þegar það virkar mest. Já, þannig að þetta bara gengur sinn vana gang, það er bara híft, gengur úr aflónum, híft aftur. Hvenær borðið þið hádegismat venjulega? Við reynum bara cirka á svona miðjan daginn, sko. Það er líka eftir fiskirí. Miðjan daginn erum við að tala um hádegi? Kringum hádegi, já. Já. Og við látum það nú ekkert sko ganga fyrir að borða. Við látum fiskinn ganga fyrir. Og eins og vera ber, einn borðið er náttúrulega kokkur. Já. Og er það góður kokkur eða hvað, getur hann alltaf opnað þetta niðursuðudós? Það er ekki að sjá að manni. Nei, hann er fínasti kokkur. Fínasti kokkur. Og hvað bauð hann upp á í dag? Hörðu, í dag voru pulsur. Pulsur? Já. Já, ekki telst það nú vera merkilegt en... Nei, það er hérna afmælismatur. Afmælismatur? Já, ef ykkur á afmæli þá voru að hafa pulsur. Og er það regla, þegar ykkur á afmæli þá eru pulsur? Já. Ok. En hann getur sett í bara flotta lambarygg og... Já. Hörkukokkur bara. Halldór minntist á tíðafærið í vetur og hvernig það sé að vera kominn í 3 vikna frí. Hann er nú ágætlega svalur akkurat núna, en þetta er nú samt bara sól og blíða og hiti með hvernig þetta var hérna fyrir 2-3 vikum. Hvernig var að vera út á sjó þá? Var hann ekki kaldur? Jú,
Ég hafði nú alltaf lokað glugganum, sko. Já, þú fannst ekkert mikið fyrir því. Nei, sjálfum sér ekki. Fínn hitt inn í brúnni. Já. Svo voru strákarnir bara röskir, þá voru þeim heitt. Já, það er auðvitað að vinna sér inn hitta. Já. Ég meina, tíðarfari, hvernig hefur það verið í vetur? Það er bara mest að furða hvað er þetta að róa, sko. Það er komið smá brælukablar í þetta, en ekkert svona list í því þyrfandi, sko. Nei. Það hefði nú heyrst eitthvað í kollanum að fara í frí svona rétt fyrir hávertiðinni. Já, ætli það ekki. Áður en að kvótakerfið kom til sérstaklega. Já. Það var ekkert það eða. Nei. Þar sem Halldór reyndi að forðast hann gula eins og heitan eldinn, þá var uppistaða aflans sem taldi 10 tonn koli. Mest var af skarkóla eða sprettu eins og margir kalla þá fyrsttegund. Rauðsprettu til að kafa ennþá dýpra í nafngiftina. Það er dótturfyrirtæki Nesfisks, Miðnes, sem vinnur kolan, steinbít og aðra tegundur sem minna er af, en Miðnes er í Sandgerðishluta Suðurnesjabæjar. Þorskurinn fer allir í aðalvinnslu Nesfisks sem er í garðinum. Við kíktum við í vinnslunni hjá Miðnesi, en megnið af kolunum er handflakaður. Það er einungis minni kolin sem fer í gegnum flökunumvél. Sum flökin fara með roði, önnur án og eins og vera ber eru flökin snyrt, þeim pakkað og langmest fer sem ferskvara í flug. En varla er hægt að komast nær Keflavíkurflugvelli þar sem hann er innan bæjarmarka Suðurnesjabæjar. Mest af kolunum fer á Írland og Bretland en þó nokkuð fer á Ameríkumarkað, eitthvað á meginlandið. Uppáhalds fyrsttegund Halldórs skipstjóra kom á óvart. Það er svona erfitt að gera upp á milli. Bara börnin öll og þú gerir ekkert upp á milli börnina? Nei, ég held ekki. Gerinnit, finnst mér rosalega gott. Hvers slags fyrsttegund er það? Það er rottuhuskur sem enginn vill eiga og enginn vill sjá. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það hafi verið mikil viðbrigði fyrir ung hjón frá fyrrum Júgóslavíu að koma til Grindavíkur fyrir 30 árum síðan. Ungu hjónin voru flóttafólk en þau hafa íglengst í Grindavík enda alsæl hér söður með sjó. Milan Stefán Janković er nafn sem margir íslenskir knattspyrnu áhugamenn kannast við en hann kom og spilaði fyrir Grindavík í ársbyrjun 1992. Janko, eins og hann er jafnan kallaður, þjálfaði Grindavík og Keflavík eftir að hann lagði fótboltaskónum og er í dag aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla hjá Grindavík. Þjálfar þar ungt og efnilegt knattspyrnufólk auk þess að vera húsvörður í grunnskóla Grindavíkur Hópskóla megin. Janko var á leiðinni með landsliði Júgóslavíu á HM á Ítalíu árið 1990 þegar hann sleit krossbönd 5 mínútum fyrir leikslok í lokaleik deildarinnar. En á þeim tíma voru mörg lið í Evrópu að fylgjast með honum. Þegar áhugi Grindvíkinga kom upp var farið að krauma niðri fyrir í fyrrum Júgóslavíu og hann og Díana konan hans sem vinnur hjá Grindavíkurbæ í dag töldu þetta það öruggasta í stöðunni. Þau komu raun til Íslands sem flóttafólk. Janko kom einn í lok janúar, Díana mánuði síðar. Díana tók fyrst til máls. Hann sagði mér að ég myndi aldrei læra íslensku. Að hann er búinn að læra mörg orð og að ég verður bara mjög slæm. Þú virðist tala mun betri íslensku en Janko í dag? Ég vona það. Já, 92. 1999 ég var þá valinn að besti leikmennina fréttamenn. Ég var besta einkona og var besti leikmennina í... Klippa. Hann sagði ekki rétt. Þetta var erfiður leikur, þið lendu undir strax á annarri mínútu, en við erum Grindvíkingar. Við aldrei gefast upp, aldrei í ævinni hana. En segðu mér svo frá því, þetta var, og þegar þú ferð mánuði seinna, hvernig var ferðalagið? Já,
Sko, þetta var nefnilega mjög erfitt að komast yfir í Serbíu af því það var lokað sem sagt veginn, það var ekki hægt að keyra með bíl og ekki með rútu, ekki með lest. Þannig að við vorum svolítið heppnir að mamma mín var að vinna í hermannaflugvelli og við fekkum fara með hermannaflugvéli. Þetta sem sagt flutningsflugvél. Sem að flytja hermanna, eða svona. Og þá var ekki sæti, þannig að ég var að halda Marko bara svona og Jovana var halda við læri á mér. Og meina, hvað Marko gamall þarna? Hann var 18 mánuða, eitthvað svoleiðis. 18 mánuða? Já, og ég var að halda mig bara svona svo í strætó, sko. Þetta var svolítið, svo lendum við í Belgrad í hermannaflugvél og vorum að bíða þar í nokkra daga og svo fórum til Íslands. Þetta var fyrsta útlandsferð með flugi í mínu lífi. Janko lenti líka í honum kröppum í sínu flugi frá Kaupmannahöfn til Íslands. En ég verður að viðurkenna, ég var mjög svangur. Þú varst mjög svangur? Já, ég tala ekki íslensku, ekki ensku. Ekki ensku? Ekki neitt, og alltaf kemur hana. Ég var líka í A-klass, sagaklass. Já, sagaklass. Já, Grindavík, að því Grindavík var að fá þennan stjörnu leikmann, þá ákveður látaði vera á sagaklass. En þú vissir ekkert raun hvað sagaklass var? Já, vissi ekki neitt. Og alltaf þessi fólkfrey, hún alltaf að koma hana. Kom með mat fyrir hinna? Já, koma bara strax þegar hún kom hana. Ég var bara sofandi hana, þú veist, og hún spyrja ekki mig hana. Og aftur hún kom ég alltaf bara sofandi og samt ég var svangur bara alveg. Mjög svangur? Já. En þú semst bara hélst að þú semst þyrftir að borga fyrir matinn? Já, að verst sem ég tala ekki tungamála. Já. Hún var alltaf spyrja fyrst, ég var að fylgist með henni hana. Hún var að spyrja fyrst þessari hina. Hvað vilja borða, og þeir voru svara og ef hún myndi koma til mín, ég vil ekki freka tala heldur en bara, þú veist, og ég vil ekki bara, þú veist, ég bara sofandi og allir að borða í hérna kringu og þú? Já, já. Þykist vera sofandi? Já, akkurat. Þá bara, þú veist, hún kom með hana svona blöyt tusku til þess að þrýfa sig. Servetona, þú veist, og hún var alveg svona, þú veist. Einu sinni ég var að vakna hana, hún kom með hana í disk fyrir allan og ég var að horfa hana. Þú var aldrei, þetta var eitthvað pönnukaka? Já, akkurat. Nýbúinn að vakna hana og ég horfa hína hana og einn maður var að horfa mig hana og ég beigja sig smá tilbaka og prófa hana. Þetta var ekki, þetta blöyta tusku, þetta var allt í leið. Þetta var bara svona, þetta gerist þetta. Og svo kemur þau til Íslands og hvað, stjórnin og Grindavík sóttið og beint á æfingun á Ásvelli í Hafnarfirði. Já, þetta var alveg eins og kom bara fórseti til Ísland, kom allir hana. Og þú ekkert búinn að borða beint á æfingu? Nei, ég fór beint á æfingu í Hafnarfirði, beint á æfingu og þá kom bara snjór og rigning og rók. Þá gott veður bara í þessi 2 tíma bara og eftir æfinguna hann bara ég sagði Luka. Já, Luka Kostic kom. Hann var á æfinguna. Kom á æfinguna, kynna, já. Já, og svo fóruð það eitthvað að borða. Fóruð bara í Hard Rock í Kringlunni og við vorum að sitja við 5-6 og þá ég sagði við Kola hvað gerist. Í flugvélinni? Já, í flugvélinni. Ég sagði honum að segja engum þetta með. Þegar ég var að tala við hann, þá hann byrjaði að hlæja og hinir eru bara að spyrja hvað gerist þetta. Þá hann verður að segja, þá hann sagði við hina, þá voru bara allir hlæja og þá þetta svona. Það gekk ekki mikið betur hjá Díönu í einum af fyrstu skiptunum sem hún reyndi að elda á Íslandi. Og þið búið þarna í hérna Gullahúsinu og það var eldhús þar og hægt að elda mat og eitt kvöldi ætlaði þú að elda hamborgara fyrir fjölskylduna, ekki rétt? Já. Og hvað, hvernig gekk það? Já, sko þetta fannst mér strax skrítið. Þetta var mjög stór ísskápur í gleri og fullt af litla flöskum í ísskápi. Og ég var að opna þetta og sem sagt þetta var í eitthvað kassa og ég hugsaði,
hvað Íslandingar að nota lítið olíu, það bara... Olíu? Já, þetta var sem sagt lýsisolía til leikmanna. Þú hélst þetta væri bara matarolía? Ég held þetta var matarolía og ég tók bara nokkra flöskur til að steikja franska með hamburgara. Svo kom hann, ég fatt ekki neitt. Varst þú ekki búin að borða? Nei, við vorum að bíða eftir honum, en ég var ekkert að fatta að þetta sé eitthvað, sem sagt, lýsi og fiskibræði ekki neitt. Svo kom Janko og við vorum sest allir saman og ætlum að borða og svo segir hann, nei, þegar hann kom inn í Gullahús, þá segir hann, varstu að steikja fisk? Ég segi, fisk? Nei, þetta eru hamburgarar á franska. Og við vorum að borða, þannig að við fekkum nóga vítamini fyrir heilt ár. Miðað við knattspyrnuferil þessa frábæra leikmanns, þá væri hægt að gera heimildaþætti hann en hann spilaði með mörgum af bestu knattspyrnumönnum Júgóslavíu þess tíma, til dæmis Davor Šuker. Díana hefur gengið með draum í maganum að skrifa ævisögu þeirra sem innflytjanda á Íslandi, svo af nægu það taka. Janko mikill húmoristi og á ófá prakkarastrikinn, þar sem hann spilar með viðkomandi en stundum fær hann að bragða á eigin meðali. Í þessum klippum sjáum við hver Janko platar Oliver Sigurðsson, leikmann Grindavíkurliðsins í æfingaferð á Spáni, en grínið gengur út á að búið að hafa kveikjara undir öðrum disnum og því kemur sót á hann. Janko heldur á öðrum sem hreinn og svo á mótleikarinn að herma eftir Janko og endar allir í sóti. Janko fékk að bragða á eigin meðali. Í blaði vikunar hjá okkur á Víkurfréttum kennir margra grasa í þessari viku. Við ræðum meðal annars við 3 ættlið í sömu fjölskyldu ferminguna og skoðum fermingagreiðslur og klippingar ásamt fleiri tengt fermingum. Meðal annars fjöllum við borgarlega fermingu og ræðum við Sigga bakara í Hérastuppi. Ungur píanóleikari úr Bítlabænum Keflavík segir frá tónleikum sem hann að halda ásamt félögum sínum á alþjóðlegum degi píanósins. Og við spyrjum leikmann í körfuboltaliði Keflavíkur út í slakt gengi liðsins að undanförnu. Þá eru fjölmarga fréttir frá Suðurnesjum í blaðinu. Á Víkurfréttabefnum nýtt efni og fréttir á hverjum degi. Það líka hægt að finna allt sjónvarpsefni frá Suðurnesja magasíni og á kylfingur.is eru nýjustu fréttir úr golfheiminum. Að lokum þetta, við þiggjum ábendingar gott efni í okkar miðla. Við erum að skrifa fréttir og segja frá mannlífinu og atvinnulífinu og öllu því sem að gerast hér á Suðurnesjum alla daga. Við sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.